en ég ger allt fyrir ykkur. Verið velkomin öll á þennan fjölmiðlafund árlegan fyrir Algarve Cup og það sem Hjörtur byrjaði strax að spyrja á sal hvar Hundtryggur aðstofamaður minn, þá hann staðsettur upp á flugvelli akkurat núna. Hann að sækja nokkra erlenda leikmenn fyrir F-fangana og gat ekki verið með okkur. Nei, ég að grínast, hann að fara með son sinn erlendis og það var töf á fluginu, þannig að hann komst ekki gætt. Hann biður fyrir bestu kveðum og kemur kannski inn undir lokin, en það hefði hann í rauninni þurft að vera hérna. Það kemur smá tilkynning með það á eftir. Óli kennari og kennarar geta ekki verið að leika sér klukkan korter yfir 1, þannig að hann í vinnunni. Byrjum þetta varðandi mótið Algarve. Ég ætla að fá að segja nokkra hluti það. Fyrir að fyrsta þá náttúrulega ég síðan ég byrjaði að þjálfa kvennalandsliðið búinn að fara þarna hverju ári og ég hef svona oft fengið spurninguna hvað þetta gerir fyrir okkur og hvort þetta sé mikilvægt, og svo hef ég fengið líka spurningu hvort við erum að gera eitthvað annað. Á þessum tímapunkti þá erum við ekki alveg komið þangað hvort við erum að fara út úr þessu móti, við komumst kannski ekki inn á aftur seinna. Þetta mót hefur nýst okkur gríðarlega vel í gegnum tíðina, samt á misjafnan hátt. Ég ætla aðeins að koma inn á það. Þetta mót hefur verið kallað Mini World Cup lengi innan kvennaknattspyrnu heimsins og það út af því að þarna eru bestu þjóðir heims að spila. Fyrir utan núna, þetta þriðja árið sem að Bandaríkin, Þýskaland og England eru ekki með og eru með sitt eigið mót, og ég held að það sé bara ágætis þróun að þessir risar séu með sitt eigið mót, því að ástæðan fyrir að þau sköpuðu sitt eigið mót til þess að búa til frekara fjármagn og fá sjónvarpstekjur af knattspyrnu kvenna. Og það er ekki upp á teningnum í kringum þetta æfingamót í Portúgal, það er engar sjónvarpsgreiðslur í kringum það. Þannig að það er bara svona einn af punktunum varðandi þróun kvennaknattspyrnunnar, þetta mót þeirra í Bandaríkjunum. Fyrirkomulagið á mótinu, það spilaði 4 leikir á viku og við vitum það sem höfum verið í þessum bransa lengi að það er kannski ekki beint eðlilegt fyrirkomulag fyrir afreksíþróttamenn, íþróttamenn, knattspyrnumenn á hæsta leveli. Og ég og norski þjálfari Martin Sjögren, sem enda Svíi, sem þjálfar norska liðið, við tókum okkur til eftir seinasta mót og byggum til smá skýrslu sem við sendum á mótshaldara varðandi það að fækka leikjum einn, og það hefur verið tekið vel í það og stóru klúbbarnir styðja þessa tillögu okkar og norska sambandið með þetta í sínum höndum, og ég reikna með þetta sé seinasta ári sem að verða spilað 4 leikir á þessari viku. Næsta ári verða 3 leikir og þar leiðandi meira bíl á milli leikja og heilsa leikmannasett í fararbrodd. Aðeins þetta mót varðandi áherslur og svona, ég ennþá að furða mig á því þegar lið mæta þarna og spila kannski mótið á 14 til 16 leikmönnum. Það eru þjóðir sem gera það og fyrir mér þá meikar það engan sens ef ég var alveg hreinskilinn. Við höldum áfram að spila á öllum leikmönnum og nota þetta mót til þess að þróa okkar leik. Við höfum reyndar farið inn í þetta mót einu sinni til þess að reyna að vinna það, og það var bara því á þeim tíma þá voru komin ansi langt með liðið okkar. Það var á þeim tíma sem við vorum í miðri undankeppni EM og liðið var orðið mjög rútinerað og ég þurfti að kasta ykkur öðru áreiti í andlitið á liðinu og það var að reyna að vinna mótið, og við töpum einu leik í riðlunum á móti Kanada. Það var fínt áreitið þá, en annars erum við að fara á þetta mót til þess að þróa leikinn og verða betri, og sennilega hefur aldrei verið mikilvægara en núna að nálgast mótið þannig. Ekki meira þetta. Andstæðingarnir sem við fengum í ár, hrikalega skemmtilegt verkefni. Við gátum alla fengið sterkari andstæðinga. Fengum Dani, sem við vitum, silfurlið frá EM, 12. sæti heimslista, Japan, sem eru búin að vera fremstur í síðustu áratuginn, heimsmeistari 2011, silfur 2012 Ólympíuleikum og silfur á HM 2015, og svo náttúrulega Evrópumeistarar Hollands. Mögulega verður þetta mjög erfitt fyrir okkur á þessu tímapunkti, en þetta er samt af mínu viti það besta sem getur komið fyrir okkur.
þessi leikmenn sem eru í þessum hópi og fá núna stór hlutverk, fá þarna tækifæri til þess að spila mótið þeim bestu og þroskast eins hratt og kostur á við erfiðar aðstæður. Aðeins bara örfá orð andstæðingana. Danirnir alltaf ógeðslega gaman að spila við Danmörku og okkur hefur yfirleitt gengið mjög vel á móti þeim, svona sveiflast aðeins, en komið nýr þjálfari, Lars Søndergaard, sem þið þekkið margir úr karlafótboltanum. Hann búinn að þjálfa Red Bull Salzburg og OB og Soneriske, Viborg og fleiri aldrei þjálfakonur. Ég hitt hann núna daginn og hann mjög spenntur og það talaði það í danska fótboltanum að þetta sé svona fyrsta viðurkenningin hjá fótboltasamfélagi karlamegin að viðurkenna kvennafótbolta í Danmörku. Eins fárlega hljómar, þá það bara þannig og hann stórt nafn og verður mjög spennandi að sjá hvað hann gerir fyrir liðið. Níls sem var með liðið undan gerir frábæra hluti, en hann fær liðið upp í hendurnar á frábæra tímapunkti, engin kynslóðskipti, frábæra aldumi, frábæra sóknarmenn og mínu viti besta sóknarmenn í heimi, Pernille Harder, sem hún ekkert sérstaklega verjast, en hún einn besti leikmaður í heimi út frá hæfileikum sínum sóknarlega. Það verður mjög gaman að takast á við það. Og Japan, nr. 2, leikur 2, þeir að klára undirbúning fyrir HM undankeppnina sína í Asíu og búin að fara í gegnum smá kynslóðskipti, unnið 4 síðustu 5 leikjum og við höfum spilað tvisvar í Japan og það verður mjög erfitt. Hentur okkur illa að spila við þær, en það var mikill munur leik 1 og leik 2. Við vorum miklu nærri þeim í seinni leiknum sem við spilum. Við gátum ekki andað í fyrsta leiknum á móti Japan. Þannig að það voru framfara skref, voru spennandi að sjá hvar við stöndum núna gegn þeim og gott að fá áreiti utan Evrópu líka. Það var mjög jákvætt. Og svo seinasti leikurinn í riðlinum er Holland og þetta bara besta sóknarlið heims. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það. Frábæra einstaklinga sem gaman að sjá bara hvað þau gerðu undirbúningi HM síðustu 3 ár fyrir EM fyrir ekki. Þá tóku sambandið og leikmennirnir bara svona ákvörðunum að koma leikmönnum í sem best félagslið og í dag bestu leikmennir að spila í toppfélagunum í Evrópu í dag og eins og við sjáum þannig unnið 12 af senustu 13 leikjum sem það spila, töpuðu seinast gegn Japan fyrir rúmlega ári. Þannig að það verður erfitt að eiga við þar. Við spilum við náttúrulega frægan leik í apríl 2017 þar sem við gátum lítið, áttum ekki séns á móti þeim í þeim leik. Þannig það verður fróðlegt að sjá hvernig okkur gengur að baksa með þær þarna. Svo leikur 4 sem verður við, getur verið úrslitaleikur eða getur verið leikur sæti eða getur verið leikur umbóðssætið. Ég veit ekkert það, engar væntingar gagnvart því. Það sem ég veit hins vegar ég verð ekki í þeim leik sjálfur. Þar sem ég þarf að fara eftir 3. leikin til Danmerkur. Ég að taka UEFA Pro og það er skyldumæting og ef mætingi það verið fallin. En ég vildi láta ykkur vita af því að sama hvernig fer á mótinu þá verð ég ekki í þessum leik og það er mun Hundtryggur aðstofamaður minn Ásmundur Haraldsson láta ljósið skína fyrir leik, í leik og eftir leik. Nei, Guðnabænum grilliðan eftir leikinn. Svo það hvernig ég vil nálgast mótið. Ég vil aðeins ræða það við ykkur. Markmiðin okkar núna eru einföld fyrir mitt leyti allavega. Við verðum að undirbúa okkur fyrir mótsleiki ársins. Við þurfum að horfa fram veginn og það sem skiptir máli núna að við náum sigurum í vor og sumarleiknum til þess að búa til eitthvað moment næsta haust. Við erum bara á þeim stað núna að markmið að nýta þessa leiki vel til að auka breiddina, efla samkeppnina, auka gæðin í liðinu og taka framförum í þeim áherslum sem við leggjum á hverju leik. Á það horfum við núna og við verðum að gefa liðinu það svigrúm sem það þarf til þess að þroskast ótrúlega hratt á stuttum tíma. Því að þetta hérna markmið okkar, ná í 9 stig úr þessum 3 leikjum sem liggja fyrir framan okkur og þrátt fyrir að við getum leyft okkur að segja við eigum að vinna þessi lið. Já, vissulega eigum að vinna Færeyjar. Það því mesta katastrófa sem að Íslands lið hefur lent í ef við myndum tapa þar.
Slóvenía hins vegar verður snúið verkefni á meðan við erum á þeim stað sem við erum í dag og undirbúum okkur ekki vel. Þá lendum við í vandræðum þar. Þess vegna legg ég gríðarlega áherslu á að við þroskumst hratt núna. Þannig að þessi 3 skref sjáu til þess að leikirnir í september hér heima á móti Þýskalandi og Tékklandi verði á þeim stalli að við séum með örlögin okkar hendi og búa til augnablik sem að gæti orðið magnað. Ég gerir mig grein fyrir því að við verðum alltaf underdogs þarna í kringum þessa leiki, en við skulum koma okkur í þá stöðu að við séum í séns á að komast á heimsmeistaramótið og það gerist ekki nema við náum við 9 stig úr næstu 3 leikjum. Þannig að það er áherslan hjá okkur núna. Númer 1 og 3, þróa leikinn, fá mikið út úr þessu æfingamóti þannig að við getum klárað verkefni sem skipta máli sem við framöndan. Okkar maður, Jón Ólafur, hann verður með okkur í Portúgal og það er viðtöl í boði að kemur engin blaðamaður með svo ég viti allavega. Það var rosalega vel þegið fyrir mitt leyti ef þið eru búin að ákveða eða þið viti vaktaplaninu ykkur og fleira fyrirfram hvenær þið viljið taka viðtöl. Þið getur bara að tala við Jóa í næstu viku og við getum bókað, þá get ég sett það í sketsjur á mér því að believe me, þetta mót er algjör kleppur fyrir þjálfarann. Það er bara leikur eftir leik eftir leik, maður er undirbúið næsta leik og svo er maður að klippa og fá niðurstöðu og reyna að gefa leikmönnum feedback og hafa hlutin í lagi. Þannig að ef ég get sett svona media schedule í plani hjá mér þá hjálpar það mér rosalega mikið. En ef þið geta það, þá var það frábært. Annað upplýsingateymi streymi kemur í gegnum KSÍ.is, Twitter og Facebook, en þið megið hafa eins mikið samband og þið viljið og ég mun alltaf sjá til þess að þið fáið þau viðtöl sem þið þurfið. Það er náttúrulega þarf að vera líka á mínu forsendum með að hafa tíma, en það verður alltaf í boði fyrir ykkur og þannig að þið verður bara í góðu sambandi við Jóa. Ég vil alls ekki að hann brenni í sólunni, þannig að láta hann svitna svolítið. Svo er það hópurinn sem þið fenguð áðan, 23 leikmenn sem fara í þetta æfingaverkefni til Portúgal. Svo þegar við förum í undankeppnina í apríl þá verður skorið niður 20 leikmenn sem fara í það verkefni. Staðan er þannig eins og þið vitið það er búið að gerast ýmislegt síðasta árið. Það er breytingum 10 leikmenn frá Algarve 2017, Algarve 2018. Það er gríðarleg leikmannavelta á einu ári hjá íslenska landsliðinu. Það eru margir leikmenn að fara í fyrsta sinn á Algarve, 8 leikmenn. Þannig að þetta er mjög spennandi verkefni fyrir mig sem þjálfara að fara með nýtt og mikið breytt lið, en líka gríðarlega krefjandi. Hópurinn er hérna og frá því loka hópurinn sem fór með mig til Spánar, þá er ein breyting, Berglind Þorvaldsdóttir fer ekki með og Sigrún Ella Einarsdóttir frá Fiorentina kemur inn. Ástæðan fyrir að Begga dettur út núna er svo að eins og þið vitið Berglind og Arna Sif eru í raun og milli félaga eða án félags í einhverjum deilum við Verona á Ítalíu og við getum ekki tekið leikmenn með sem er fyrsta lagi ekki æfi félagsliði og öðru lagi eru í þessum málum sem þær eru í. Sigríður Lára er að glíma við sín veikindi sem þið hafið heyrt og vonandi það er hún tökum á því sem fyrst, en við setjum enga pressu á hana heldur styðjum hana bara í þessu verkefni sem hún er í. Elín Mette Jensen fekk beinmarr og er að jafna sig, verður vonandi klár fyrir aprílverkefni. Hún var gríðarlega öflug á haustdögum með landsliðinu og við þurfum að henni halda. Þannig að við vonum að hún verði orðin heil heilsu eftir þetta mót í Portúgal. Ég held að við þurfum ekkert að telja meira upp hérna af þessum leikmönnum. Við skulum bara slúta þessu. Ég held ég að við snert á öllum hlutum, ef ekki guðnabænum bara spyrjum og förum yfir þetta, svo tökum við einn og einn eftir. Ok, má ég slöka á markinu það? Vil ég spyrja eitthvað hér? Tæmandi? Það er ekki. Það er ekki bara.